Node, við erum núna búin að segja skili við bakendapartinn sem við sjáum hérna í HTTP fyrirlestunum sem við fórum í fyrir langa löngu. En núna erum við að fara að vinna í þessum bakendapælingum sem þá í raun einhver vefþjónn sem skilar okkur með HTTP því efni sem við síðan setjum saman og búum til á framöndanum. Og það sem við ætlum að nota hérna og læra á er Node.js. En Node.js er tiltölulega ungt fyrirbæri. Það ekki nema 7 ára gamalt og það var búið til af honum Ryan Dahl og gefið út árið 2009. Hann var að gera tilraunir með það að sjá stöðu á skrám á meðan þú varst að uploada þeim. Og þetta var árið 2008-2009 var þetta rosalega flókið verkefni og hann var svona pirraður á því sem var til staðar og fór svona að reyna að nota eitthvað nýtt. Og hann var eitthvað að skoða C og Lua og Haskell. En á sama tíma var þess að Chrome kom út og þá var WAF 8 sem er JavaScript rendering vélin í Chrome gerð open source og hann ákvað að nota hana sem sagt bara til þess að gera alla flóknu hlutina og búa svo til eitthvað lag ofan á það til þess að forrita því. Þetta er stutt af Joyent sem er svona hýsingaþjónusta og það á trademarkið að Node.js. Node.js er sem sagt plattform, verkvangur, sem er byggður á WAF 8 og er með það markmið að búa til hröð og skalanleg netforrit. Þetta eru netforrit sem geta höndlað mjög mikla trafík. Og hér er svona þeirra svona auglýsingarlína frá því einhvern tímann. Hún notar atburðardrifið, ekki blokkandi IO-módel sem gerir það létt, skilvirkt og fullkomið fyrir rauntímaforrit sem meðhöndla mikil gögn yfir dreifið kerfi. Þannig vantar punkt á milli, en notum til að búa til alls konar forrit. Þannig að við getum bæði bara búið til bara eitthvað one-off forrit sem gerir eitthvað hlut. Við getum notað til að búa til command line tool. Við getum notað til að búa til bara alls konar. Og Node er í raun ásamt JavaScript notað á rosalega mörgum stöðum. Og er mjög þægilegt að komast að staði í þessu. En þetta er samt ekki, þegar ég segi Node.js, Node.js er ekki forritunarmál. Það notar JavaScript sem forritunarmál, alveg eins og þið segi .NET er ekki forritunarmál, það notar C# og F# og Visual Basic sem forritunarmál. Þannig að það er svona aðskilið á milli þess að tveggja hugtaka og það var þessi samlegar áhrif sem að fólki fannst mjög áhugaverð að geta notað eitt mál fyrir framenda og bakenda í einu. Þannig að við bara með forritara, þau læra JavaScript ógeðslega vel og kunna í raun end-to-end, það er bara alltaf sama forritunarmálið. En það sem getur ruglað ykkur og mun rugla ykkur ykkar er það að þetta er sama forritunarmálið en þetta er ekki sama keisluumhverfið. Þannig að þið getur ekki tekið kóða sem þið setjið upp í jQuery og látið hann keyra inn í Node. Node er allt annað keisluumhverfi sem keyrir í bakendanum. jQuery og það allt er notað í framendanum og allir kóðið sem þið gerir það. Þannig að í Node er þið aldrei að fara að vinna með DOM-ið nema að þið séu að gera eitthvað svona scraping verkefni að hlaða inn einhverjum síðum og vinna út inn gögn en þeir eru aldrei að fara að búa til nýja nóður í Node.js og senda yfir á framendan og birta þar. Og Node.js er heldur ekki framework sem er eins og til Rails eða Django en það getur verið hægt að búa til svoleiðis framework og við munum nota sérílega eitt sem er Express sem er notað til að búa til svona vefþjóna. En svo WAF 8 er open source JavaScript vél og hún er hönnuð af Google. Ég held að þessu hönnuð hérna í skrifstofan Google í Danmörku. Það er alltaf margir Danir sem vinna henni og hún fær nafn sitt frá WAF 8 vélinni sem er vist rosalega góð vél, hef ég heyrt. Og hún er skrifið í C++ og útfærir mestallan part af ECMAScript 6 og hún túlkar ekki í keislu, heldur þýður hún svona just in time, þýður hún allan kóðan sem við verið að gera yfir í bitamál eða vélamál og keyrir það síðan í staðinn fyrir að túlka sem gera verkum að hún er mjög hröð og keyrir JavaScript miklu hraðar en nokkuð tímann hefði sést áður þegar hún kom fyrst á markað. En Node.js beislar þennan kraft sem WAF 8 gefur okkur með því að skrifa lag ofan á það
og það þessi kjarninn eða svona core virknin í Node.js vill vera einföld og vill vera í raun lítil og nota síðan þá hluti sem gefa aðgang að þeim hluti sem við þurfum, eins og til dæmis að lesa skrár, lesa yfir networkið, gera ykkur köll í stýrikerfi og þess háttar og gera það í raun almennt fyrir það stýrikerfi sem við erum að nota. Og svo í raun pakkakerfið sem þið hafa kynnst aðeins, NPM, með Node.js og þar eiga allar svona flóknari útfærslur að vera gerðar. Þannig að core virknin reynir bara að halda sig við core virknina og leyfa síðan forriturum bara í samfélaginu að útfæra flóknari virkni í pökkum. Og það hafa verið virkni í core hefur verið bara slúttað út af því að það var átti ekki við að hafa hann þarna, hún átti frekar að vera bara í einhverjum pökkum. En hér gömul kynning, þar sem Ryan Dahl með að kynna Node.js sem tiltölulega relevant ennþá í dag, að þetta hefur svo sem ekkert voðalega mikið breyst, svona kjarnahugsunin í þessu. En útgáfur og svona prósessar í kringu það að gefa út Node hefur verið mjög áhugavert og ef þið viljið einhverja svona stúderu í því hvernig það að vera með open source verkefni, þetta mjög góð stúdera. En Node var mjög lengi keyrt bara á útgáfu 0, eitthvað og þá voru stöðugar útgáfur með 0, jafnatölu, 0,10 og óstöðugar þar sem var verið að reyna að vinna í og gefa út jafnáðum voru í oddatölunni. Þannig að þá var 0,4, 0,6 og þetta og svo upp í 0,12 var seinasta 0, eitthvað útgáfan sem Node var keyrð í og það var bara í 2 ár eða svo og það var rosalega mikil frustrasjón yfir því að það gekk mjög illa að koma nýrri virkni og þá aðalega ECMAScript 6 stuðningnum, ECMAScript 2015 stuðningnum sem var fatt að komin með í einhverja útgáfu sem var stöðug að því leiti að fólk þorði að keyra það í production, keyra það á einhverjum vefþjónum sem voru með fullt af viðskiptavinum. Þannig að það pluss það að Joyent sem á trademarkið á Node.js var frekar svona ekki diplomatist það fyrirtæki í því að leyfa samfélaginu að taka stjórn yfir í hvert Node-færi. Þannig að það var til þess að í desember 2014 var Node.js verkefnið, það er open source, það var forkað yfir í annað verkefni sem hét io.js og það var í raun bara community að segja við nennum þess ekki lengur, við ditchum bara þessu Node-nafni ef það svo mikið vesen og við getum alveg gert þetta betur og við getum unnið þetta hraðar og byggum til þennan fork og þetta voru margir af stærstu aðilum í Node.js communityinu. En það lifði samt ekkert það lengi, en þetta var bara svona hreinsaði í raun loftið og fólk fór að tala saman og fann út úr þessu og þessu var mergað aftur inn í Node í maí í fyrra og svo núna bara á mánudaginn þá var það mergaði inn í útgáfu 4 þannig að það fór úr því að vera 0,12 io.js var útgáfa 1 og útgáfa 2 það mergaði aftur inn þá var það Node.js útgáfa 3, svo var 0,4 og 5, það var eitthvað, ég mistil af því, 4 var síðan gerð og hún var stable og svo var 5 svona unstable útgáfa, þetta búið að vera ótrúlega mikið hrist upp í þessu, en allavega það sem á við okkur það að í dag frá og með mánudeginum stöðuga útgáfan af Node.js 6,9,1 og stöðug útgáfa þýðir að Node.js dedicated í það að halda þeirri útgáfu, supportana, bugfixana, en ekki bæta við nýjum featurum í 2 ár og 7,x útgáfan sem verið að vinna allar nýju virknina í. Þannig að ef þið sóttu Node.js 4,3,1 til að setja upp NPM fyrir mánudaginn, þá mjög æskilegt og þið verðið að sækja 6. Af því að 6 kemur með 99% stuðning við ECMAScript 6. Sem mjög gott, sem því að við þurfum ekki að vera eitthvað að setja upp eitthvað transpilin sem við þurfum að gera fyrir framöndan að við erum bara að keyra þetta á einu plattformi. Við erum bara að keyra þetta á Node 6,9 eða nýrra. Við erum ekki að fara að keyra þetta á Firefox einhverju útgáfu sem með svona mikið stuðning og Chrome sem með svona mikið stuðning við ECMAScript og Edge sem með minni stuðning og svoleiðis.
heldur erum við bara að fara að keyra þetta á einum plattform. Þannig við þurfum ekki að transpæla. En við getum gert það fyrir enn nýrri útgáfu sem ekki ennþá búið að kannski klára stala. Þá getum við sett upp Babel og transpælað bakendakóðan okkar í eitthvað nýra. En við ætlum ekki að vera að flækja hlutina með því að gera það. Ok. Það mjög auðvelt að setja upp Node. Við bara förum download því, setjum það upp og við fáum npm með. Og þegar ættum við að kannast við þetta, þá fáum við bara aðgang að Node og npm skipunum í command line í skilinu hjá okkur. Og þá með Node þá getum við keyrt forritun okkar bara með því að kalla á Node forrit.us. Þannig við þurfum ekki, þetta bara svipað eins og með Python. Við skrifum bara Python og nafnið á Py-skjalinu okkar. Og það er túlkað, þannig að það er ekkert compile skref og það er svona. En svo ef við keyrum án þess að vísa í eitthvað forrit, þá fáum við aðgang að skel, Node skel, eða svona repl sem er read eval print loop og þá er það þannig að við getum fáum og erum bara komin í við sýnt ykkur þetta og getum gert alls konar aðgerðir, skilgreint breytur og kallaði console log og þá er underscore, svona galdrabreyta sem geymir seinustu niðurstöðu úr seinustu aðgerð. Þannig ef ég gerir 1+1 svona, þá fæ ég þetta þetta er allur aðgangur svo getum við gert .help, þá fáum við hjálp og þetta er svona svipuðu leyti gott að nota eins og konsolið í browsernum til þess að bara svona tjekka hvernig var býtum fylki og svo ger ég for each. Já, það er fall, ok, og við getum notað þetta svona. En annars er ekkert voða mikið fikt í þessu. Og við getum svona, prófað okkur áfram. En síðan er Node eins og í raun JavaScript sem við erum búin að skrifa framenda er atburðardrifið. Og það er mjög erfitt að skrifa það ekki þannig. Og atburðardrifið að því leyti að við gefum upp svona callbacks eins og þegar við erum að skrifa bara notum add event listener þegar við erum að viljum gera eitthvað þegar einhver ítir á takka eða mús eða slærir lyklaborðið í browser, þá gerum við það sama fyrir hluti í Node.js sem taka eitthvað tíma og þá gefum við upp svona callback sem er eitthvað fall og það kallaði það þegar það klárast, þessi aðgerð. Og allar aðgerðirnar í core sem taka eitthvað langan tíma, það er bjóð upp á svona callback og ástæðan fyrir því að það er mjög erfitt að skrifa Node.js forrit ekki svona atburðardrifið er það að Node er bara keyrt í einum prósess. Þannig að það er bara við keyrum Node vefþjón og hann keyrir bara í einum prósess. Hann er ekki að fara að forka sig eða gera eitthvað með eitthvað threading fyrir fleiri keyrum vefþjón, hann er í einum prósess, það koma 10 manns tengjast vefþjónunum og það er alltaf þessi eini prósess sem tekur við öllum þessum 10 sem koma. Það er ekki búinu til 10 prósessar eða þræðir sem að taka við hverjum einum. Af því að ástæðan fyrir því er það að CPU er yfirleitt ekki það sem takmarkar. Og CPU er það sem við getum fengið með því að meira CPU með því að keyra fleirum prósessum. En það sem takmarkar er það er eitthvað aðeins úr. Já. Það sem að takmarkar ekki er CPU-ið og við þurfum sem sagt þegar við erum að keyra forritun okkar og erum að gera einhverja hluti sem blokka þá munum við blokka allt keyrsluumhverfi fyrir Node. Þannig að til þess að já, ok. Já, fyrir bara En til að gera þetta sem að ég er að reyna að koma frá mér og klikkar mjög spektakulært er það að við erum að fara að keyra einhverja hluti og við ætlum að taka við 10 aðilum sem koma inn á vefþjóninn okkar og fyrir hvern aðila sem kemur á vefþjóninn okkar þá erum við að fara að lesa eitthvað skjal á disk
og lesa skjal á disk miklu hægvirkara en að gera eitthvað í minni. Þannig að þá notum við þessa event loopu og notum libuv sem er í raun event loopu útfærslan sem að notar, og hún keyrir í raun á mörgum stýrikerfum og fókusar á að vera með svona asynchronous I/O, eitthvað sem keyrir ósamfasa, keyrir ekki línulega. Og Node.js getur keyrt á Windows út af því að þetta var búið til þetta libuv en ekki þetta libf sem var upprunalega notað. Og hérna er myndin sem ég var að leita. Við tökum við einhverjum notendum sem að koma inn á vefinn okkar og við ætlum að lesa eitthvað skjal á disk. Þannig að við segjum fyrir notanda 1 þá sendum við beiðni það að lesa eitthvað skjal og það fer á svona event queue sem er haldið utan af libuv. Og þá segjum við hvaða skjal við viljum lesa og hvað við viljum að sé gert þegar það er búið að lesa skjalið. Þannig að þá setjum við svona callback með. Svo er single threaded event loopa hérna og hún keyrir í raun svo lengi sem forritið okkar þarf að keyra, þá keyrir þessi loopa. Og hún keyrir hérna, sér, já, heyrðu, það er eitthvað komið í queueið. Ég tek þetta og það séð í raun hvað er það sem á að gera. Það er að lesa eitthvað á disk, þá er farið hérna og þetta er blocking aðgerð hér sem er í raun haldið utan við forritið okkar. Þannig að það er í raun eitthvað, þessi lúpa keyrir hérna í bakgrunninum og sér það að allt þetta bókhald sem þarf, já það er að lesa þetta skjal á disk. Það þarf að finna upp hvar það er, það þarf að lesa það er svona stórt, það þarf að tjökka því inn, það þarf að fá það og gera þá vinnu sem það þarf að gera hér. Svo þegar það er búið, þá klárar þessi hérna þráður og setur síðan í event loopuna að þessi búið að vinna þessa vinnu og með þessu callbacki þá með gögnunum, þannig að það er búið að lesa efnið úr skjalinu, það fer hérna og event loopan svo flettur upp hvar hvernig þarf að meðhandla þetta og skilar því síðan aftur út í forritið okkar. Þannig að við erum með eitthvað svona bókara sem við látum fá já, ég þarf að gera eitthvað hlut sem tekur langan tíma og við réttum það þangað. Það er gert fyrir okkur og það er gert á einhverjum tíma. Það mun taka í raun einhver tíma sem er non-trivial fyrir keysluna á forritinu okkar og svo fáum við tilbaka þær upplýsingar sem við báðum að verði gerðar. Og á meðan keyrir forritið okkar bara áfram. Þannig að það kemur inn annar request fyrir vef og það er verið að lesa eitthvað annað skjal og þá setjum við það á og það er í raun snertipunkturinn hjá forritinu okkar er það bara að segja, já, hér er request, þú ert að lesa þetta skjal og svo kemur annar request, lesa þetta skjal, annars request, lesa þetta skjal og svo getur þau öll klárast, lesturinn á skjölunum getur klárast öll í einu og allir fengi svar í einu. En forritið okkar keyrir samt bara byggt á þessum eventum. Þannig að við tökum dæmi þetta og þá sjáum við aðeins betur hvernig þetta er. Hérna er dæmi það þegar við erum að blokka og ef við förum hérna og skoðum þetta frekar hérna í Atom og með því að blokka þá erum við að segja að við erum að fara að taka allt CPU-ið í þræðinum okkar sem er að keyra og við erum að fara að nota hann í einhverja aðgerð. Þannig að hérna er í raun, segjum við eitthvað, við ætlum að byrja og segjum á hvaða tíma við byrjuðum. Svo ætlum við að keyra í 4 sekúndur og uppfæra bara eitthvað y-gildi á meðan. Og á meðan að þetta hérna er gert, þá getur forritið ekki gert neitt annað. Og út af því hvernig Node.js er notað í svona vefþjónum og þannig, þá myndi það þýða að það gæti engin annar opnað eða fengið svar frá vefþjónum okkar á meðan að þessi aðgerð er að klárast. Og þá sjáum við hérna að við keyrum þetta, þá byrjum við og núna er bara verið að keyra þessa lúpu hérna í 29 milljón sinnum og síðan prentum við að við séum búin 4 sekúndur seinna. Og svo við þetta hérna. Þannig að þetta er eitthvað sem við viljum aldrei gera. Ef við erum að gera einhverja svona virkni,
sem við þurfum nú yfirleitt heldur ekki að gera, þá þurfum við einhvern veginn að gera það asynchronously og þá eru til svona library og aðgerðir sem geta hjálpa okkur við að gera svona hluti asynchronously. Síðan eins og við sáum áðan þá höfum við aðgang að console og þessu til þess að skrifa. Ef við köllum í console error þá skrifum við ekki í standard out, heldur í standard R sem villupípan út úr stýrikerfinu og við höfum þessi time end og fleiri aðgerðir eins og við höfum í vafranum. Og svo þegar við erum að vinna með Node.js forrit þá erum við með process sem svona global breytu alveg eins og við höfum window í vafra. Þannig að process heldur utan allt þetta sem allar aðgerðir, öll svona föll í core og leyfir okkur að fá ýmsar upplýsingar keisluumhverfi sem við erum í. Þannig við gerum console log process. Þá fáum við fullt af einhverjum upplýsingum það, hvernig eitthvað og eitthvað er. Mjög mikið. Maður kemst hratt að því að maður þarf eitthvað að komast í þetta og lesa einhverjar upplýsingar úr þessu. Og síðan getum við líka verið að debugga þennan debugga Node forrit á svipaðan hátt og með forrit í vafra og það er hægt að nota þess að debuggerinn og í rauninni erum við að keyra, við erum að nota DevTools og Node, þá erum við að nota sama keisluumhverfi sem er WAF8 og það er WAF8 sem triggerar á þessum debugger skipunum í kóðanum og við getum keyrt þess að Node debug og þá fáum við svona GTB viðmót. Þannig að við keyrum Node debug block þá gerir hún eitthvað, ég veit ekki alveg hvað er í gangi hérna. Já, hérna er í raun WAF8 með vefþjón sem við getum farið inn á. Þetta er svolítið vesen og við getum notað Node Inspector sem er tól og ég ætla að sleppa því að fara lengra í þetta til þess að geta klárað. En eitt af því sem er ekki hægt að gera í JavaScript í vafranum er að vinna á góðan hátt með binary gögn og þannig vantar, þetta er alveg ferlega illa gert hjá mér þessi glærusjó hérna, en hérna vantar ef við ætlum að vinna með kryptografíu eða lesa binary gögn eða svoleiðis og buffer er sem sagt leið til þess að gera þetta og þá fáum við buffer sem notar heap notar ekki heapin sem notaður í WAF8 heldur þetta eitthvað fyrir utan og þá getum við fyrir að vinna með þessi hráu gögn sem eru bara á hex formi og það eru margar aðgerðir til þess að þegar við lesa af disk þá fáum við bara buffer tilbaka ef við segjum ekki að við viljum fá streng og þá í hvaða encoding við viljum fá hann. Þannig að til dæmis þurfum við að segja að við ætlum að lesa skjal, fá það sem streng að við viljum fá það í UTF-8 eða í ASCII. Og annars getum við kallað á buffer með toString aðgerðinni með heitinu á encodingunu og fengið þá JavaScript streng út úr buffernum. Util eru svona ýmis hjálparföll og þá notum við require util sem notar pakkakerfið, notar þá npm eins og við erum búin að sjá með þegar við setja upp gulp, þannig að við munum skoða aðeins betur hvernig það virkar á mánudaginn. En með util getum við fengið svona printf-lega strengja meðhöndlun með util format og við getum notað is-stjarna til að athuga hvort að hluti sé ákveðinni gerð, en það er búið að deprecata þetta í nýrri útgáfum af því að ECMAScript 2015 sér þetta að mestu leyti og svo getum við fengið util inherits sem er svona lausn á því að nota prototípuna til þess að erfa hluti á milli. Þannig að þetta er svona object create en þetta er svo sem ekkert voðalega mikið notað í dag. Svo fyrir skráakerfið þá getum við talað við það og gert allar þessar aðgerðir sem við búumst við eins og að lesa hvað er í möppu, lesa upp skrár, búa til skrár, vista skrár og svo framvegis. Og pakkinn sem sér þetta heitir fs fyrir file system og við fáum hann með því að nota require fs
og þá fáum við fallið svo hérna, fs, read file, þá það skjalið sem við ætlum að lesa, encoding á skjalinu. Ef við sleppum þessu og setjum beint callbackið, þá fáum við bara buffer, og svo callbackið sem að keyrir þegar við erum búin að lesa skrána, eða þegar stýrikerfið er búið að lesa skrána, og þetta er það sem keyrir þá með gögnunum úr skránni. Og svo er sama hérna með write file, þannig að það tekur data hérna í staðinn fyrir encoding og það skrifar í skrá og lætur okkur svo vita þegar það er búið að skrifa í skrána. En þegar, já, þarna kemur inn þetta sem við tala áðan, að I/O aðgerðir eru miklu hægari en allt sem er gert á CPU eða í minni, og þá notum við hérna node til þess að senda, þessi glæra fór svolítið eitthvað flakk aðan, og við gerum eitthvað nýtslegt á meðan, og hérna þess að dæmi það hvernig þetta virkar. Þannig hérna er allt bullið í mér fyrir kannski að meika smá meira sens núna, en það sem við sjáum hérna er að við náum í hérna þennan fs pakka sem gefur okkur aðgang að fælsysteminu og köllum í hann hérna, við búum til breytu sem heitir fs og hún vísar í þennan pakka og þá fáum við aðgang að þessum aðgerðum eins og hérna read file og þá erum við með einhverja skrá hérna sem heitir data.txt og þegar við köllum í hana og notum þetta callback þá er í raun öll callback á þessu hérna formi. Þau taka inn tvær færibreytur, svo fyrri er R og segir til að kemur villa, þá er hún í raun ekki false í, heldur hefur hún eitthvað gildi sem segir til villinu sem komið upp og svo er seinni færibreytan eru gögnin sem við fáum úr skjalinu. Þannig ef við reynum að lesa þetta hérna skjal, data.txt, þá fáum við, ef að R er trúði, þá kom eitthvað upp, annars þá getum við lesið gögnin upp og byrt þau. Þannig ef við prófum hérna að keyra þetta og förum bara hérna, notum þetta og við ætlum að gera hérna, köllum í þetta hérna og þá sjáum við að við gerðum kallið í read file og við báðum data.txt og við fengum tilbaka no such file or directory, sem sagt error. Þá er það í raun það sem við prentum út hérna, error, og svo er error hluturinn hérna í framhaldinu. En og end, sem er í raun bara signalið frá stýrikerfinu það að þetta skjal sé ekki til, og svo fáum við hérna no such file or directory við það að gera open data.txt og þá sjáum við hérna meira. Þetta er sys-callið sem var gert í stýrikerfið var open með þetta path, en hins vegar núna ef við gerum touch.txt þannig að það komi núna skjal hérna sem heitir data.txt og keyrum þetta aftur, þá sjáum við núna að við fáum einhvern buffer tilbaka og ef við setjum eitthvað hérna inn í data.txt og keyrum svo aftur, þá fáum við buffer sem er í raun hérna 61 hexgildi fyrir A, S, D, F og svo er hérna null terminator á buffernum. Þannig að við breytum þessu hér og gerum data to string utf8, þá fáum við strengin sem við settum inn í skjalið. Svo eru þessi callbacks, þau eru á þessu formi R og data og þetta er sem ég var að segja á hann. Og þannig að allt sem við gerum sem tekur eitthvað tíma í Node.js þá þurfum við að gera asynchronously, sem þýðir að við þurfum að hugsa forritun okkar asynchronously og það er alltaf einhverju sem þarf smá tíma og þið bara rekið ykkur á þetta, en það er þetta ólínulega flæði. Þannig að núna hérna er svona línulegt flæði þar sem við erum með breytu, við erum með fall, við köllum í fallið og við skrifum út töluna. Þannig að það er bara 1, stækkum við hana upp í 2 og við lokum út 2. Þannig að þetta bara keyrir lína, 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 lína. Svo gætum við haldið þá að ef við búum til mjög skrítið dæmi sem er þá að lesa upp úr einhverju skrá sem inniheldur töluna, að það sé þá í raun bara að breyta all von fallinu
þá nefnilega lendum við í vandræðum af því að hérna, við keyrum hérna þetta dæmi og þá fáum við bara undefined út af því að það í raun ekkert inn í num þegar við keyrum þetta hérna, þegar við keyrum hérna niður og það ekki búið að keyra þessa hérna aðgerð þegar við reynum að logga út þetta hér af því að forritið okkar bara klárar og svo fer stýrikerfið, leskara skjalið og það bara eitthvað num hérna sem við höfum ekkert neina vísun í. En til þess að gera þetta í raun rétt þá þurfum við að taka inn þetta callback og kalla í það eftir að það búið að gera þessa aðgerð. Þannig að þá við skoðum þetta hérna, breytum þessu núna og við köllum í add-on með callbacki sem að loggar út tölun okkar, köllum í callbacki hérna í fallin okkar sem inn í þessu callbacki hér, þannig að þetta svona flækir þetta svolítið, þá fáum við þá niðurstöðu sem við búumst við, sem þá að skrifa út 2 ef að það það sem inn í skjalin okkar. Þannig að við skoðum þetta data, cat number txt, þá það 1 sem við hækkuðum upp í 2. En höldum síðan áfram með þetta á mánudaginn.